always wanted to stunt so hard. I always wanted to ride that whip. I always think you gotta. I always wanted to live this life. I always wanted to wear that ice. I always wanted paradise. I always wanted paradise. Look, nah, it don't take a lot to make. Þá síðasti þátturinn, langur þáttur framundan, þannig að gera grípa sér eitt collab, jafnvel protein pop eða hnetur eða eitthvað álíka, halla sér aftur í sætinu og njóta. Hate can be the best love. Walking in like I got cameras on me. Can't control me, ain't no handles on. Don't get out of hand, it get handled. Homie got a pretty young girl look like Janet on me. She a pretty penny and she know I'm doing numbers till we crash up the whole database. I bring it home like I'm base to base. The base closet looking like Planet of the Bathing Apes. What you think this life just landed on me? My whole city look like it's abandoned, homie. And we came straight out of those abandoned homies. Every wish we ever had got granted, homie. And I never take. Það sem við erum að gera hér að hann að hoppa 4 sinnum eins hratt og eins hátt og hann getur. Og það sem við finnum út af þessu að við erum að reikna út reactive strength sem snýst það hversu hátt hann getur hoppað og hversu hratt hann snerti jörðina til að mynda kraftinn í næsta hopp. Og við fáum út eitthvað sem heitir RSI, Reactive Strength Index, sem tala sem gefur okkur það hvernig við getum einstaklingsmiðað ennþá frekar hans æfingaprógram og vinna í þeim eiginleikum sem þarf að vinna í svo hann getur aukið sitt power ennþá meira. Money back, money back, money back. I always wanted to stunt so hard. I always wanted to ride that whip. I always wanted to think you gotta. I always wanted to live that life. I always wanted to wear that ice. I always wanted paradise. I always wanted paradise. Ok, eins og sést í þessu myndbandi þá sjáum við að við erum að vinna í því að hann að lyfta fætinum upp og ég að bremsa á móti, að halda því að gefa honum smá mótstöðu þannig að hann sé ekki að ná að ýta fætinum auðveldlega upp og svo ýti ég niður og hann á að bremsa mig á móti. Og ef þið sjáuð andlitið á honum þá á hann mjög erfitt með þetta og við erum að vinna í alls konar meiðslum hjá honum, hann með bara fullt af dóti sem það að vinna í og augljóslega í þessu myndbandi sjáuð þið það að mjaðmasvæðið svolítið veikt og við erum þarna að reyna að virkja og kveikja á glute medius vöðvanum og þetta mun til lengri tíma hjálpa honum mjög mikið og ef þið eru ofta að nota til dæmis míniböndin ökklan eða hnén, þessar klassíska teygjur sem þið geymið hérna utan hnén á ykkur þá þarna þetta jafnvel svolítið skemmtileg öðruvísi útfærsla til að örva kerfið því oft viljum við beita okkur vitlaust með teygjunni en með þessari æfingu ef þið hafið líkamsstöðuna rétta þá náið þið virkilega að virkja og það kannski bara fá félag eitthvað með ykkur í ræktinni til að hjálpa ykkur að koma ykkur af stað. I always wanted to stunt so hard. I always wanted to ride that whip. I always think you gotta. I always wanted to live this life. I always wanted to wear that ice. I always wanted paradise. I always wanted paradise. Look, nah, it don't take a lot to make you rich. I'm addicted to a lot of crazy. But I feel like money is the best drug. Það þannig oft því miður að maður sér of mikið af bara efnilegu íþróttafólki, knattspyrnufólki, handboltafólki, körfuboltafólki bara úr öllum íþróttagreinum sem þurfa að hætta að stunda sína íþrótt út að þeir búið að lenda í einhverjar leiðinda meiðslum sem þeir ná ekki að hrista af sér. Og það oft þannig að þú kannski nærð x langt með sjúkraþjálfun og svo þarf stundum sko að brúa bilið úr því að fara úr sjúkraþjálfuninni og inn í það að performa aftur eða þú veist fara að komast inn á völlinn og iðka sína íþrótt. Og það sem ég hjálpar svolítið mikið með þetta ready to play sem að brúa bilið úr endurhæfingunni sjúkraþjálfun og taka við boltanum og koma fólki inn á völlinn þannig að það geti byrjað á fullu og við jafnvel sko í betra standi þegar kemur inn á völlinn aftur heldur en þegar meiddist því að við erum búin að vinna í öllum þessum veikleikum sem voru til staðar fyrir og nota kannski þennan glugga sem meiðslin voru í að byggja þau upp og hafa þau meira svona athletic þegar þau koma aftur af stað í sin íþrótt. Sometimes hate can be the best love. Walking in like I got cameras on me. Can't control me, ain't no handles on. Don't get out of hand, it get handled. Homie got a pretty young girl look like Janet on me. She a pretty penny and she know I'm doing numbers till we crash up the whole database. I bring it home like I'm base to base. The base closet looking like Planet of the Bathing Apes. What you think this life just landed on me? My whole city look like it's abandoned, homie. And we came straight out of those abandoned homies. Every wish we ever had got granted, homie. And I never take it for granted. Even when the marble flowing countertoppers are granted. Back before I got paid any advances. Eins og má sjá hérna hjá henni þá hún að vinna eftir hraðamæli og við erum að fókusa það að hún sé að lyfta léttri þyngd eins hratt og hún getur.
Það er leikur hjá henni á morgun, hún er handboltamarkmaður og við erum að undirbúa það að við erum að örfa taugakerfið og gera hana meira tilbúna fyrir þau átök sem koma í leiknum, að hún verði bara virkilega sharp. Við viljum ekki lóta hana upp í dag og þyngja hana og þreyta hana, heldur mikilvægt í þessu er að hún verði fersk þegar kemur að leiknum. Money back, money back, money back. I always wanted to stunt so hard. I always wanted to ride that whip. I always wanted to think you gotta. I always wanted to live that life. I always wanted to wear that ice. I always wanted paradise. I always wanted paradise. Straight up. Finally famous. Tókum vel í og því gefum ekki að átt að labba á stað en þú átt að bremsa. Þú voru að lækka þyngdarpunktinn og átt að bremsa vel. Eins og sjá má hjá henni þá erum við mjög mikið að vinna í því að bremsa og hún er eins og ég segi á lokastigi endurhæfingar eftir krossbandameðsli og það styttist í hún komist á völlinn aftur en það er bara mjög mikilvægt að hún kunni að bremsa bæði sína eigin líkamsþyngd og einnig geti bremsa krafta sem eru utan að komandi þyngd eins og bara ketibjöllur eða handlóð eitthvað svoleiðis og geti stjórna því að bremsa í gegnum hreyfimynstrið. Ef hún ræður við það þá styttist ennþá meir í það að hún komist út á völlinn. I always wanted to stunt so hard. I always wanted to ride that whip. I always think you gotta. I always wanted to live this life. I always wanted to wear that ice. Þú getur gert allar æfingar, styrt þetta frábært, svo kemur þú bara í svona chaotic umhverfi. Þá bara ræðir ekkert við aðstæðurnar. Þú gerist miklu hraðar og getur verið í óþægilegri stöðu, þú ert að sparka í boltann, getur verið í snúning, þannig að þú veist, oft er þetta bara eitthvað sem er að toga og það bara losa Sometimes hate can be the best love. Walking in like I got cameras on me. Can't control me, ain't no handles on. Don't get out of hand, it get handled. Homie got a pretty young girl look like Janet on me. She a pretty penny and she know I'm doing numbers till we crash up the whole database. I bring it home like I'm base to base. The base closet looking like Planet of the Bathing Apes. What you think this life just landed on me? My whole city look like it's abandoned, homie. And we came straight out of those abandoned homies. Every wish we ever had got granted, homie. And I never take it for granted. Eins og sést hérna á skjánum þá sjáum við þetta svona graf sem myndast, það eru tvær línur, önnur er appelsínugul og hin er blá. Þetta sýnir sem sagt hversu mörg Newton hún getur framleitt í Nordic Hamstring Curl æfingunni. Og þannig getum við séð ójafnvægi á milli hægri og vinstri og hversu sterk hún er á milli hægri og vinstri. Hún er til dæmis að koma tilbaka eftir meiðsli og þá er mjög mikilvægt að við séum að passa það að sé ekki ójafnvægi þarna á milli. Og oft er það þannig að einstaklingar sem hafa lent í alvarlegum meiðslum, sérstaklega á eitthvað sem tengist hamstringtognunum eða jafnvel einhvers konar hnémeiðslum, þá getur maður svolítið skoða þessa mælingar og séð hvort að þetta getur verið eitthvað veikleiki sem valdi því að þessi viðkomandi aðili sé að meiðast aftur og aftur. Það er svo vanið að heyra strákana biðja bara með að höra í speilin í bicep curl sko. Það er ekki allir sem vilja gera fótaæfingar í speglinum. Straight up. Finally famous. Ef þú hefur gaman að því sem þú er búinn að sjá í þessu þáttum, þá getur þú haft samband við mig í gegnum Instagramið @toppþjálfun eða þá hreinlega fundið mig á Facebook sem er toppþjálfun líka eða þá einnig er möguleiki á því að fara á heimasíðuna mína sem er toppþjálfun.com og á toppþjálfun.com getið séð alla þá þjónustu sem ég hef upp á bjóða fyrir fólk. Þannig að þú vilt vera betri íþróttamaður, vilt auka afkastagetuna þína, minnka líkur á meiðslum, þá endilega hafðu samband við mig. Síðasti þátturinn. Takk hérlega fyrir að hafa fylgt mér gegnum þessu 8 þætti, búið hrikalega gaman að gera það. Aldrei að vita nefnum við gerum season 2. Sjáumst. I always wanted to stunt so hard. I always wanted to ride that whip. I always